Change to the Rhythm. En við erum komið með góðan gest til okkar í heimsókn. Ég sagði ekki góðu gestur? Jú. Þetta var 5 brandari, hann heiti gestur sko. Já, við ætlum að fá að forvitnast örlítið það sem við erum að vera hér í Hveragerði í dag. Og Kristbjörg, sæl og blessuð. Sæl, takk fyrir að hafa mig. Herrið, bara velkomin í heimsókn. Við ætlum það er margt að vera í Hveragerði í dag fyrir utan landsmótið. Já, nú erum við með svona off-venue, svona bæði Jónsmessuhátíð Norræna félagsins sem verið að halda núna í 7. sinn og svo bókaflip í samstarfi við listvinafélagið og bókabæina Austanfjalls. Já. Og þannig að það bara ofsalega gaman að það skuli vera komið þetta samstarf á svona því að núna svona félagslíf í rauninni eða félagsskapur að það ekki jafn auðvelt og áður að safna í félagið. Nei. En þetta svona eiginlega okkar uppskeruhátíð. Við eiginlega leggjum eiginlega allt í þessa Jónsmessuhátíð og við erum að gefa piparköku með camembert og brauðdeig sem fólk getur fengið að steikja yfir opnu veldi. Okay. Og við skreytum miðsumarstöng og reisum hana og þannig að við erum svona svolítið að blanda saman norrænum siðum og núna bara passa svo vel að bæta bókaflippinu þarna með. Já, en ég stoppaði svona aðeins við piparkökur með camembert. Já, þetta... Hefurðu smakkað þetta einhvern gestur? Ég að reyna að sjá þetta fyrir mig. Já, ég stoppaði aðeins. Já, þetta blanda sem að alveg bara ótrúlega góð. Ok, þetta síður einhver staður eða? Sko, þetta eiginlega finnskur jólasíður. Já. Og það nú þannig að í Finnlandi þá notaður blámígluostur og en camembertin fjölskylduvænni ef maður á að segja eins og og þetta bara opbúslega góð blanda og ég mæli með þessu. Og svo sko brauðdegið, það dönsku uppskrift. Þetta voðalega vinsælt í Danmörku að steikja sér brauð yfir opnum eldi og miðsumarstöngin náttúrulega sænsk. Og svo hvetjum við fólk til að nota íslenska Jónsmessusiðin og skella tánum í grasið. Já. Og á meðan að vera að steikja. Þú ert búin að stúdera þetta vel? Já, þetta náttúrulega líka í 7. sinn sem við höldum hana, þannig að það komin ákveðin svona taktur í þetta. Og við erum svo heppið með það að núna klukkan 13:30 þá fáum við Arna Gísla Sæmundsson og Margréti Stefánsdóttur. Þau ætla að Já, þau ætla sem sagt að syngja fyrir okkur einhver norræn lög og þetta opbúslega ljúf og góð stund og þar sem að í rauninni, allir geta komið, ungir sem aldnir. Börn koma þarna með ömmum og öfum og steikja sér saman brauði yfir eldinum og hlusta á tónlist og spjalla og þú veist, þetta bara opbúslega ljúf og góð stemning. Já, skemmtilegt. Þetta svona ekta fjölskyldustemning. Algjörlega. En þetta allt saman í Listigarðinum? Þetta allt saman í Listigarðinum við eldstæðið og og svo náttúrulega bókaflippið. Það keppnisgrein, vera að keppa í svona ýmsum greinum þar. Já, ég var búin að sjá sko, þetta bókakast. Já. En sko, við skulum taka það fram að það eru gamlar bækur sem eru svona frekar lúnar sem eru notaðir í þetta. Já. Og svo sá ég líka að það var einhvers hlaup og þá átt að raða bókum eftir bókatitlum eða? Já, í stafrófsröð. Í stafrófsröð? Já. Það eru kunna stafrófsröð svolítið vel. Já, og svo minnisleikur, það nokkri póstar með bókatitlum og fólk leipur á milli og keppt í hvað muna marga titla. Já. Og já, ég meina þetta... Það kemur sem minnistekni vel, sko. Já, það núna eftir að maður fekk og alltaf með símana, þá maður miklu lungnar í að leitað upplýsingum heldur en að geyma þér. Já. Þannig að þetta verður bara mjög spennandi að sjá hvernig þetta verður. Og að vikta alla bækur og svona? Er búin þessu löglegt sko? Nei, þetta eins ólöglegt. Nei, þetta allavega ekki bókabrenna, þannig að Já. En hvar fer þetta fram? Allt í kringum bækurnar? Heyrðu, það bara hjá okkur í Listigarðinum. Já, þetta bara hérna henni með göttunum? Já, bara samhliða Jónsmessuhátíðinni. Það slett.
og ég nú að búin að vera að þreifa fyrir mér með við hinn félögin að þetta verði árlegt eins og Jónsmessuhátíðin að það verði alltaf einmitt einhver svona keppni. Þetta er skemmtilegt, þetta er svona píku öðruvísi, sko. Já, ég er svolítið mikið fyrir að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Það er bara gaman. Maður heyri það. Já, þetta er mjög skemmtilegt og þetta, fyrir mér er þetta eiginlega eitt skemmtilegasti dagur ársins. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega auðvitað mikil vinna að koma þessu á koppinn en þetta er svo gefandi. Líka heppin með veður í dag. Já, vá, ég er bara fegin að þetta var ekki í gær. Já, eins og það ringdi að ykkur í gær, sko. Já, í helli rigning maður, vá. Sólin fann að skína og það er bara þitt besta veður. Já, ég meina, ég panta sólina alltaf með góðum fyrirvara. Já. Og pipaköku með kamelbert og appelsíndjús. Ég hlakka til að smaka þetta. Já, veistu að þið bara verðið að kíkja á þetta. Já. Þetta er bara ofsalega gott og við vorum svo heppin í fyrra, þá var akkurat verið að kjósa forseta sama dag og Jónsmessuhátíðin var haldin og Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit voru í Hveragerði og þau komið mitt á Jónsmessuhátíðina og smökkuðu pipaköku með camembert. Þannig að og hann var allavega mjög hrifinn. Hvernig fólk til þess að kíkja til ykkar og smakka? Endilega, þetta er eins og ég segi, þetta er bara toppurinn á tilverunni. Algjörlega. Já, við ætlum að fara að hleypa þér yfir göttuna þannig að við getum farið að sinna störfum fyrir þetta í dag. Já, gaman að fá því heimsókn, Kristbjörg, og njótið þess að vera í listagarðinum í dag. Já, bara takk fyrir að hafa mig og bara gangi ykkur líka vel í dag.